Takk fyrir það, Þorsteinn. Já, Ingvar heiti ég og takk fyrir að koma inn í dag og hlusta á mig. Ég ætla að ræða aðeins snjallvæðingu heimilina og snjallheimili. Ég fór fyrst að spá í þessu núna síðasta sumar þegar við keyptum okkur nýja íbúð. Og íbúðin á 2 hæðum og á efri hæðinni eru þakgluggar og til þess að opna það opnar allan gluggann. Ég ætlaði samt svona stikla á stóru í rauninni bara hvað ég hef verið að gera, öryggislega að segja hvað þarf að spá í og svona hvað hægt er að gera. Þetta eru glugganir, nokkur 2 af þeim. Leigjendur sem bjuggu þarna undan okkur, þau skildu einu sinni gluggann eftir opinn og það kom rigning og það lak inn og gólfið eyðilagðist. Og ég fór að spá í rauninni, ókei, þar ég alltaf að fara að hlaupa upp núna þegar ég yfirger heimilið og hvort að gluggarnir séu lokaðir ekki. Þannig ég fór að spá í hvað ég geti gert. Félagi minn, hann var búinn að svona snjallvæða sitt heimili, þannig ég fór og heyrði honum og sjá hvað hann er að gera og ég fór og skoðaði lausnir og hvernig hægt var að gera þetta. En geymum þetta aðeins, sýnum ykkur meira eftir hvað ég er búinn að gera. Hvað er snjallheimili? Snjallheimili er í rauninni það sem þú ert búinn að tengja rofa, skynjara, perur eða stýringar við miðlæga stýringu, þar sem þú getur í rauninni fjarstýrt eða stjórnað öll á sama stað. Það er til fullt af flottum lausnum, ljósabúnaður, smartperur, LED-strippar, ýmislegt frá fullt af flottum framleiðendum og auðvitað þegar maður byrjar að spá í þessu með gluggana þá fór maður að hugsa svona, hvað get ég gert meira? Hvað langar maður að gera og maður fór að brainstorma. Þú getur verið með rofa, þú getur verið með utanliggjandi rofa, þú getur verið smartrofa sem setur bara í vegginn, tekur út gamla rofan, setur nýjan í rofa í staðinn. Þú getur verið með relay sem setur inn fyrir gamla rofan eða þú vilt halda honum, nýta hann áfram. Skynjarar, hreyfi, hita, vatn, hristiskynjarar. Reykskynjarar, mæla ljósmagn sem þú vilt ef þú ætlar að automatisera, kveikja, slökkva ljósum eða dimmt inn í hjæðar og svo framvegis. Eins og ég sagði, þá er fullt af flottum lausnum til á markaðnum í dag frá mörgum flottum framleiðendum. Nema kannski vandamálið er það að þú vilt nota lýsingu frá Philips Hue, þá þarftu að hafa app í símanum fyrir að stýra þeim ljósum. Ef þú vilt nota hitastýringu ofnanna þá þarftu kannski app frá Danfoss til þess að stýra ofnunum. Ef þú vilt nota relayin sem setur inn veggdósina þá þarftu app frá þeim framleiðanda. Þannig að símiðin er stútfullar af appum og það er kannski ekkert svona aðgengilegt á einum stað að stýra heimilinu. Staðlanir sem að snjalltæki nota, þetta svona algengur staðlanir, þú getur nota Wi-Fi og Bluetooth, Zigbee og Z-Wave. Ég ætla ekki að ræða neitt Wi-Fi og Bluetooth þar sem flest allir þekkja þá staðla og hafa notað. En Zigbee og Z-Wave, þetta eru staðlar sem voru fundnir upp sérstaklega fyrir snjalltæki og tæki sem eru snjalltæki, bara skynjara og svolítið dót. Þeir eru hannaðir með það í huga að vera með litla orkunótkun. Þannig að tækin geta verið að keyra á batteríum og endast í marga mánuði eða jafnvel einhver ár. Það er lítil bandvídd, þannig að þetta er ekki hannað með það í huga að vera að senda gögn eða vídeó eða hljóðfæla eða neitt svoleiðis, heldur bara basically að senda stöðu á skynjaranum, er hann opinn, er hann lokaður, hitastigið eða rakastigið, þannig að sendir bara töluleg gildi. Zigbee, hann í Evrópu er hann á 2,4 gigaröðum og það er kannski svona einhver þekkja Wi-Fi staðlinn þá er önnur bandvídur eða bylgjulengdin á Wi-Fi er 2,4 þannig að það geta myndast árekstrar, þetta er svona eitthvað sem það þarf að hafa í huga. Það geta myndast truflanir ef þú ert með Zigbee kerfi og Wi-Fi kerfi þannig að þau geta trufla hvort annað. Þar sem að Zigbee er á hærra tíðnisviði heldur en Z-Wave þá er drægnin styttri. Á móti að Z-Wave er á miklu lægri tíðni og þannig að drægnin getur verið 20 til 100 metrar fyrir bara allt eftir aðstæðum hverju sinni. Zigbee getur stutt allt upp að 65.000 tæki á einu neti
á meðan að Z-Wave þá getur hámarkið verið 252 minni mig. Þannig að þetta eru svona pælingar sem þú þarft kannski að hafa í huga eða þú ætlar að velja annað hvort staðalinn, en þú getur náttúrulega líka bara nota bæði. Fræðin eða teórían á bak við þetta í rauninni þú ert alltaf með svokallaðan koordinator á hverju neti sem í rauninni stýrir samskiptum og heldur utan þau tæki sem eru tengd netinu og leyfa tækjum að tengjast, þannig að þú í rauninni setur koordinatin í svona accept mode, hard reseta tækið sem þú ætlar að setja inn á netið og hann tengist og er auðkendur á netið. Svo ertu með tæki sem að geta verið svokallar ráterar eða repeaterar upp á það er náttúrulega dregnin á sendanum er ekki löng, ef þú ert með 10-20 metra þá ert með stórt heimili, þá nærðu í rauninni ekki til allra sendana frá miðjunni. Getur lent í því. Þessi ráterar, þeir eru tæki sem eru tengd rafmagni. Þú getur ekki notað, ef það er ekki, framleiðendur nota ekki tæki sem eru að keyra á batteríum, þá eru ekki að leyfa þeim að endursenda merki, þegar þau myndu bara klára batteríið á nokkrum dögum eða nokkrum vikum. Þetta eru þessar 3 tegundir af netum, þú getur stjörnunet, klaustrað eða mesh og rauða er alltaf koordinatorinn sem heldur utan allt netið. Hvað þarftu að hafa í huga? Þú ert með tæki sem að geta verið Wi-Fi tengt og þú myndir, ef við mælum með því að hafa þau tæki alltaf á sér Wi-Fi neti. Þú vilt ekki hafa þetta á sama neti og útstöðvarnar þínar eða tölvunar á heimilinu. Því að í rauninni þessi tæki eru með hugbúnað og hann getur verið óöruggur. Það er bara staðreynd að það kom upp hugbúnaðargallar og öryggisveikleikar og þú vilt ekki leyfa þessum tækjum vera á sama neti og tölvaðinn. Ef einhver kemst í Wi-Fi tækið, nær stjórn á því, þá getur hann nota það tæki til þess að skanna innra netið þitt og mögulega komast inn á útstöðvar eða annað sem er á því neti. Þegar þú ert með gateway, eða svokallað gateway og kaupir lausn frá Philips Hue eða eitthvað svoleiðis, þá ertu alltaf með svona gateway sem er tæki sem sér samskiptin við endabúnaðinn, skynjarana. Það er koordinatorinn. Þú kaupir lausn frá Philips Hue og þú kaupir lausn á Danfoss og þú kaupir lausn frá einhverjum öðrum, þú ert að koma mörg svona gateway inn á netið hjá þér. Öll þessi tæki þau eru tengd við internetið eða út á internetið eða þú þarft annarkvort að opna fyrir það inn á netið þitt eða þau tengjast út. Eftir því sem þú ert komið fleiri svona gateway á netið hjá þér, þá ertu í rauninni komið fleiri snertipunkta frá internetinu inn á heimilið þitt og þar með ertu fann að auka möguleikann á því að einhver komist inn til þín. Svo varðandi skýjaþjónustur. Ef við tölum myndavélar, þá þú getur keypt myndavélar í dag sem í rauninni eru með upptöku möguleika og fyrirtæki býður upp á að þú getur tekið upp og þú sendir gögnin eða vídeófælina bara beint upp í ský hjá sér. Hversu traustur er sá framleiðandi? Hver er hans öryggisstefna? Er hann að hugsa fyrst og fremst það að reyna að selja bara fullt af tækjum, græða pening, eða er hann mikið öryggisorienteraður? Og hvert fara gögnin? Hvar er skýjaþjónustan? Er hún í Evrópu, er hún í Kína, er hún í Bandaríkjunum? Hvaða lög og reglur eru þar sem að veita mögulega stjórnvöldum eða öðrum aðgengi að þínum upplýsingum? Ég fór einmitt og skoðaði hvað var í boði og þú ert komið fullt af appum í síman og þú nennir ekki að fara að opna þetta app til að gera þetta og stilla ljós og annað. Mér vantaði í rauninni einhverja svona miðju sem gat talað við allar hinar lausninar. Ég heyrði félaga mínum, hann var búinn að starta svona heima hjá sér, hann er að nota Samsung SmartThings. Og ég fór að skoða hvað meira var í boði og ég fann þessa lausn sem er open source lausn sem heitir Home Assistant. Það er líka til önnur lausnum sem heitir OpenHub. En þessi lausn, Home Assistant, hún getur rauninni talað við yfir 1200 tæki og framleiðendur og staðla. Þannig að þarna ertu komið með miðju sem að talar við svo til alla. Eins og ég sagði, þetta er open source lausn. Þú getur sett þetta upp á marga vegu, þú getur sett upp á Windows útstöð, þú getur sett upp í Docker, þú getur sett upp á Raspberry Pi 12.
sem ég gerði, bara keypti mér litla Raspberry Pi tölvu, SD-kort, flassaði kortið, eftir hálftíma þá var ég kominn með svona basic uppsetningu. Við Raspberry Pi tölvuna þar get ég tengt í rauninni Zigbee og Z-Wave koordinatora og með því að gera það þá næ ég að tala beint við endatækin, skinnarana, rofana og svo framvegis. Og þá get ég í rauninni köttað út þessi gateway og minnkað líkunar á því að einhver komist inn á heimilið mitt. En já, hérna eru gluggarnir, þarna byrjaði þetta hjá mér. Ég nennti ekki að hlaupa upp á efra hæðina í hvert einasta skipti ef ég ætla að yfirgefa heimilið til að kanna hvort að gluggarnir voru opnir eða ekki. Ég keypti mér Unify net og senda og Raspberry Pi tölvu og switch og eitthvað meira. Skrúaði þetta upp á vegg á bak við skenginn upp á efri hæðinni þannig að þetta sæist ekki og þetta er kannski ekki fagmælegasta lausnin en þetta er bara heima, þetta er alltaf lagi. Keypti svona skinnjara sem eru bara segulrófar og frá Xiomi, þetta er kínverskt flott merki, ódýrt. Kostar ekki maður kannski 1500 kall hver skinnjari. Lýsing, það er eitthvað sem ég hafði mikinn áhuga að nýta mér líka og þetta er semst stíginn upp á efri hæðina hjá okkur. Þegar við keyptum íbúðina þá var hann málaður svartur með svörtu skipalakki, einstaklega ljótur. Þannig að við tókum okkur til og pússum hann upp og lökkum hann upp á nýtt og ég mér langaði að setja svona lýsingu í hann. Þannig ég keypti með LED strips og controller og sett undir og málaði stegan og setti teppa á hann og svona. Kemur bara mjög vel út, mjög sáttur. Og þessi LED strip er í rauninni RGB plus white. Þannig að þú ert í rauninni með önnur hver sella er RGB sella og þú getur haft lit, gular, rauðan, grænan, bláan, whatever. Og svo hin sellan, hún er bara hvít. Ástæðan fyrir því að ég valdi RGB white er svo að ef þú ert bara með RGB sellur og þú ert að fá hvítt, þá farið rosalega kalda hvíta lýsingu. Þú ert ekki með svona þægilega mjúka lýsingu sem þú vilt hafa heima þér. Með spennugjafa sem breytir yfir í 24 volt sem að LED-stripsin eru. Svo ertu með controller sem að stýrir LED-stripinu. Hann er Wi-Fi tengdur. Hann er á sér IoT Wi-Fi neti heima hjá mér. Það er bara IoT tæki á þessu neti, enga tölvur eða neitt svoleiðis. Ég setti líka strips undir eldhússkápana til að hafa góða lýsingu þegar maður er að vinna í eldhúsinu. Hérna sýni ég ykkur rauninni bara stilt í að þú sér að önnur hver sella er litasella og hinn sellan er hvítasellan. Og ég setti síðan í rauninni bara svona snertiskinnara sem ég límdi utan á vegginn, hann ég íti einu sinni á hann og þá kemur full lýsing hvort að vinna í eldhúsinu. Íti tvisvar, þá kemur svona 10% styrkur, svona þægileg kvöldlýsing. Allt þetta að gera. Það er líka svona Wi-Fi controller fyrir þær lýsingar. Þegar ég var að hugsa með ljósin, þá það er tvennt í rauninni sem er ástæðan fyrir því að ég valdi svona reli inn í veggtenglunum. Annars vegar svo að þetta eru T-Sino-tenglar. Það er ég hef ekki fundið einn einasta smart T-Sino-tengil sem ég get sett. Ég hata T-Sino. En allavega, ég vil að í rauninni að hver sem geti kveikt og slökkt ljósin hvar sem hann er staddur. Hann þarf ekki að ná í síma sinn til að kveikja og slökkva. Já, hann þarf að fara í snjallrófan sem er einhvers staðar og kveikja og slökkva á honum. En sorry, þú mátt ekki nota hinn rófana því að ef þú slekkur á hinu rófanum þá virkar ekki smartljósið. Þannig að þú vilt hafa einn rófa til þess að stýra ljósinu hvar sem það sé aðgengilegt. Þetta eru relir sem eru líka Wi-Fi tengt. Kosta 10 eða 20 eurur fyrir eftir hvort sé fyrir 1 eða 2 ljós. Sniðulaust. Kemur frá, ég man ekki hvað hann er. En allavega þeir bara mjög ánægð með þetta. Það koma mjög reglulega firmware update bara vegna galla eða öryggisuppfærslu. Þannig að þetta hefur komið mjög vel út. Þetta er svo viðmótið á Home Assistant. Þetta er bara vefsíða. Þannig að þú getur haft þetta í tölvunni, hún skalast vel, þú getur verið með þetta í spjaldtölvunni eða í símanniðinum. Home Assistant, hann getur talað við Unify netið mitt og út frá því þá virkar ekki leserinn. Allavega hann efst, þetta er svona fjölskyldumeðlimirnir. Og ef að símtækin okkar eru tengd í netið þá er það í rauninni að segja það hvort að viðkomandi sé heima eða ekki. Og ef einhver er heima þá er í rauninni húsið í svokallað home mode.
niðri vinstra megin, vefmyndavél sem í andrunni hjá okkur. Fengum okkur hana því að við fengum okkur hund í haust. Við búum í fjölbýli, fengum samþykki fyrir hundinum en við höfum svona áhyggjur af því hvernig væri greið hundurinn þegar enginn er heima, gott að geta fylgst með honum svona, hvort hann væri sígeltandi eða gerandi alla geðveika í húsinu. En myndavélin var keypt bara með það í huga að geta fylgst með hundinum þegar enginn er heima. Mér finnst ekki þægilegt að klósettið er vinstra megin, efst fyrir aftan myndavélina. Ef ég vakna á nóttinni ógeðslega súr, labba fram á nærbuxunum, ég vil ekki vita að það sé myndavél í horninu að fylgjast með mér. Þannig að ég bjó til reglu að í rauninni ef að heimilið er skilgreint að einhver sé heima, þá er snjallrofi eða snjalltengill tengd við myndavélina og hann rýfur strauminn. Það er bara slökknar sjálfkrafa á myndavélinni ef að það er einhver heima. Svo ef að allir fara út og heimilið er skilgreint sem away, þá kviknar sjálfkrafa á rofanum og myndavélinni virk. Þannig að myndavélin er basically bara virk þegar enginn er heima. Þetta er, svo settum við ég bætti við hitaskynjurum og rakaskynjurum í herberginu hjá krökkunum uppi. Málið er það að önnur hliðin á húsinu, hún snýr í norður og gluggarnir, þeir eru með svona loftræsturraufar, þú getur opnað svona bara smá hluta til þess að fá loftinn. En þetta eru frekar gamli gluggar, þannig að ef það er köld norðanátt, þá blæs inn í herberginu og það kólnar inn í herberginu. Og þarna gat maður séð í rauninni hvernig hitastigið var, hvort maður þurfti að hlaupa upp og hækka hitann á ofnunum eða hvort það var orðið heitt og þá gat maður lækkað ofnuna aftur og svoleiðis. Nema ég pantaði mér ekki Danfoss heldur svona sambarleg smart termostat á ofnuna og ég reyndi þetta á bara síðustu helgi eftir að setja upp. En þá í rauninni get ég skipt út termostatinum á ofnunum og þannig að ef það er of heitt, ef þú skilgreinir bara hitastigið sem á yfir herberginu, ef það er of heitt þá slekkur ofninum eða kólnar niður fyrir einhverja ákveðna gráðu þá kveikist aftur ofninum. Þannig að þá þarf ég ekki alltaf að hlaupa upp og niður til að stilla hitastigið. Þetta er svona bara mjög nice to have. Maður veit af því að krakkarnir vakna ekki á nóttinni eða skítkalt eða ógeðslega heitt af því að vindáttin breytist. Sumir á skynjurunum, þá þú getur fylgst með rauninni rafmagnsnotkuninni, það er hægra megin, hvað er, slökkt á öllu ljósunum þegar þetta screenshot er tekið. Þú getur séð rauninni spáð í rafmagnseyðslunni. Home Assistant, hann kemur með vikulega uppfærslur, þannig að þú fær alltaf update annaðhvort vegna öryggisgalla eða bæta við nýju tækjum eða einhverju nýju feature. Og ég fæ bara notification á forsíðuna eða komið update og þá get ég tekið snapshot af kerfinu, eiga sem backup, uppfært. Og eitthvað vesen þá getur bara rólað tilbaka. Snjallsjónvarp á heimilinu, Home Assistant getur talað við það. Þú getur automatiserað að ef ég og kona mín eru heima, klukkan orðin 10, byrja að spila Netflix, þá fer bara ákveðin ljósasena í gang. Það slökknar ljósunum frammi, slökknar ljósunum inn í eldhúsi, borðstofuljósið dettur kannski inn í bara svona 10% lýsingu, það kemur bara svona þægileg notaleg lýsing heima hjá manni. Þetta er í rauninni bara stýringin fyrir rofana á ljósunum. En með automatizationir þá er við keyptum okkur nýjan ísskáp þegar við fluttum hann inn af því að hinn sem áttum fyrir hann passaði ekki. Og eins keyptum við frystiskáp til þess að setja inn í þvottahúsi sem ber inn af eldhúsinu. Og það kemur alveg fyrir að guttinn fer inn í þvottahús og næsir ís og þá hann gleymir að loka frystiskápnum og frystirinn stendur bara opinn í fleiri klukkutíma ef enginn fer inn í þvottahús. Þannig ef að frystirinn eða ísskápurinn er opinn í meira en 2 mínútur þá kemur hljóðmerki frammi og það kviknar rautt ljós. Þannig að það þarf einhver að standa upp og kíkja á tækin hvort það sé ekki örugglega lokuð. Ef hann er ennþá opinn eftir 2,5 mínútur þá kemur aftur tilkynning. Ef hann er ennþá opinn eftir 3 mínútur þá fæ ég tilkynningu í símann minn. Þannig að þetta er alls konar sjálfsnýrhlutir sem hægt er að laga, nýta sér og bara til að gera lífið þægilegra. Félagi minn sem hjálpaði mér að koma af stað með þetta, hann er með Samsung SmartThings og þar og í þessu og í fleiri svona miðlægum lausnum þá getur í rauninni séð staðsetningu á fólki, hvort að þú getur sett app í símaðinn sem að trakkar eða þú vilt fylgjast með hvort að börnin sé farin úr skólanum eða hvort þessi komin heim eða hvort eða verið eða bara einfaldlega þú týndi símanum, hvað er hann staðsettur, gleymdur hann í vinnunni eða er hann heima hjá þér eða er hann hjá okkur félag. En allavega já, það er sem sagt margt hægt að gera, en hann svolítið snillíkur að setja einhver,
Hann ef að hann skilgreindur heima hjá sér og konan hans ekki heima og þá hann með svona geofence heimilið, þú veist hvað svona heimasvæðið. Svo dettur, ef konan leiðin heim, hún dettur inn á heimasvæðið, þá heyrist í Google Home kerfinu Fjóla is coming home, ETA 1 minute. Þannig að hann getur stokkið á fætur, hent frá sér björnum og byrjað að skúra og þeir eru ógeðslega duglegir, skilurðu. Þannig að það allt hægt, bara nýta sér tæknina. En ég held ég sé bara góður og ég vona að þetta hafi gefið ykkur innsýn í rauninni hvað hægt að gera og hvað maður þarf að varast og bara takk hérlega fyrir mig.